tölvulíkön ekki bara notuð til að meta áhrif aukins hita á lífríkið. Loðnan einn mikilvægasti nytjafiskurinn við Ísland. Ekki einungis vegna tekna af veiðum, heldur hún mikilvæg fæða þorsks og annarra bolfiska. Loðnan flytur gríðarlegan lífmassa úr Norður-Íshafinu, þar sem hún safnar fitu, á Íslandsmið þar sem hún hrygnir. Spáð fyrir loðnugöngur með flóknu líkani. Reiknilíkanið sem við notum, það byggir í fyrsta lagi á því hvernig samskipti fiskanna Þú með torfu og stakur fiskur kemur inn í torfuna, þá lagar hann sig að stefnu torfunnar og hraf hennar. Og það nákvæmlega þetta sem reiknilíkanið gerir. Það líkir eftir þessu. En síðan verður líka að líkja eftir lífeðlisfræði loðnunnar vegna þess að hvaða hitastig hún velur sér, það fer eftir því hvað hún stór með kvenfiskana, hversu hátt hrogna hlutfallið og þetta verður við að reikna líka. Loðnan háð hitastigi við hrygningu og líkanið tekur fullt tillit til þess. Það sem við gerum þegar við erum búin að reikna það að við búum til kvikmyndir af útreikningunum. Þannig að við sjáum hvernig torfurnar hreyfa sig. Það sem gerist og hefur gerst það að hrygningin hefur brugðist og það getur stafað á óhagstæðu hitastigi. Loðnan getur ekki farið inn í sjó sem of heitur, þá hefur hún mjög skamman tíma til að komast á hrygningarstöðvarnar. Og ef of mikill heitur sjór fyrir henni, þá getur hún neyðst til þess að hrygna á miklu dýpi, þar sem hrygningin fer fyrir, eða þá hún getur bara farið dreifst út í haf. Með áframhaldandi hlýnun sjávar við Ísland geta því orðið miklar breytingar á hrygningarsvæðum loðnunnar að mati Björns. Þar með fer mikli lífmassi sem hún flytur hingað hugsanlega annað. Síðan ef sjórinn nógu heitur, þá gæti farið svo að hún að flytja hrygningarstöðvarnar og í staðinn fyrir að hrygna fyrir sunnanland, þá gæti hún neyðst til þess að hrygna fyrir norðanland eða jafnvel við Grænland. Að vísu það má segja að það ansi mikill sveigjanleiki í Norður-Atlantshafi og loðnan myndi ekki týna sinn stofn. Hún hefur lifað af í þúsundir ára og lifað alls kyns sveiflur. En þetta gæti haft töluvert mikil áhrif á okkar fiskveiðar.